Ég ætla að sýna í þessu myndbandi hvernig maður setur upp sjúkra- og endurtökupróf fyrir útvalda nemendur eða tiltekna nemendur. Það hefur þau áhrif að aðrir nemendur sjá ekki prófið á námskeiðsvefnum eða í námskeiðsdagatalinu. Einungis þeir sem eru tilteknir í prófinu gera það. Og það sem er kannski enn betra og er svona aðal tilgangurinn með þessu er að útreikningar í einkunnabókinni gera þá ráð fyrir að aðrir nemendur eigi ekki að taka þetta próf. Í þessu tilviki er lokaprófið í formi Canvas-verkefnis sem sést á þessu litla íkoni, blaði og blýanti, en það skiptir ekki öllu máli því það er hægt að nota í rauninni sömu aðferð þó lokaprófið sé í Inspira eða í prófakerfi Canvas. Ég ætla að byrja á að afrita lokaprófið, fer hér í valmöguleikana aftast í línunni og vel búa til afrit. Svo er bara að opna og fara í breyta og gera það sem þarf til að aðlaga að sjúkra- og endurtökuprófi. Ég gef þessu nýtt heiti. Hér áttu nemendur að hlaða niður Word-skjali og vinna í það og skila hér inn. Þetta er aðferð sem er svolítið mikið notuð og ég skipti út þessu skjali. Einkunnin verður auðvitað á 0 til 10 skalanum, svo hér eru 10 punktar. Og að því ég afritaði lokaprófið þá er allt hér eins og það á að vera. Kennari gæti þetta vilja virkja Turnitin ritskímun en ég fer ekki í það hér. Hér er svo það sem máli snýst um. Það þarf að byrja á að henda út allir og síðan að handvelja þá nemendur sem eiga að taka sjúkra- og endurtökuprófið. Ef nafn nemanda kemur ekki fram í þessum lista þá er nóg að slá inn fyrstu bókstafna í nafninu og þá kemur það upp. Svo þarf að laga tímasetningar. Tiltakt frá, það er sá tími sem stýri því hvenær nemendur geta opnað þetta próf og komist í Word-skjalið og lýsinguna hérna fyrir ofan. Skilafresturinn og þar til tíminn eru líklega oftast svo sami þegar lokapróf er að ræða. Það er hægt að skila eftir að skilafrestur er liðinn. En þá merkir Canvas skilnemenda sem sein. Skilafresturinn er sá tími sem kemur fram í dagatalinu, í námskeiðsdagatali. Þar til tíminn, hann lokar fyrir að nemendur geti skilað, læsir sem sagt prófinu. Það þarf að vista og birta. Hér er Canvas að vara við að það fá ekki allir nemendur verkefnið. Og það er nákvæmlega það sem ég vil. Svo ég smelli á halda áfram. Hér kemur fram að prófið er bara fyrir 2 nemendur, ágætt að fara yfir tímasetningarnar, svo allt sé á hreinu. Það er gott að vita því þegar atriðum er svona úthlutað til tiltekinna nemenda þá sjást þau ekki í nemandasýn. Vegna þess að nemandasýnin byggist á því sem prófunanemandinn sér og hann er svona samnefnari fyrir hinn almenna nemanda í námskeiðinu. Það er því miður ekki hægt að gefa prófunanemandanum sérstakan aðgang að atriðum. Sumir kennarar láta verkefni og próf koma líka fram í viðeigandi viku námskeiðs sem er gott. Ef prófið er núna í þessari viku þá er líka upplagt að stilla henni efst á námskeiðssíðunni. Hér sést sjúkra- og endurtökuprófið í einkunnabókinni. Og ég skrái einkunn á þessa 2 nemendur sem tóku prófið. Einkunnarreitir annara nemenda eru óvirkir vegna þess að ég úthlutaði verkefninu eða prófinu einungis til þessara 2 nemenda. Gerfimaður Noregur tilkynnti veikindi og tók sjúkrapróf. Til að frágangur sé réttur þá þarf að skrá að lokaprófið vanti sem þýðir í raun 0 í útreikningum einkunnabókar. Það sést að heildareinkunn þessara 2 nemenda er ekki að skila sér rétt fyrir verkefnahópin. Einkunnabókin reiknar eins og venjulega meðaltal úr einkunnum verkefnahóps. Til að lagfæra þetta þarf að búa til reglu að hunsa lægri einkunn nemanda í þessum verkefnahópi. Og það er gert með því að fara í verkefni, í valmöguleikana fyrir verkefnahópin og í breyta. Hér þarf að velja að hunsa eina lægstu einkunn nemanda og vista. Þá ætti útreikningur fyrir verkefnahópin að vera orðinn réttur og óhætt að birta nemendum einkunnir. Og þá er þessu lokið. Takk fyrir.